Komið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 20. febrúar 2026 og Bitcoin í $66.683 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Já, blessaður sæl. Hvað voru við? 67 síðast fyrir viku. Það gæti... Mér langar að segja það sko. Mér finnst markaðurinn pínu hafa verið svona eiginlega bara svolítið frosinn að mestu leyti. Já, hann samt sko, þú veist, ef við hugsaum inn á 5. febrúar og versus 10. sem var nú, 10. október í fyrra, já. Sem var svona verri, hvað var þar sko, hvað tapaðist mikið fjö. Þá allan sko núna, þetta sem svona, þó þetta sé svona eins og þú segir, svona frosinn, þá þetta svona, sko, ég held að vikan sé 5. vikan í röð sem við endum neðar heldur en vikan á undan. Já, og febrúar verður að öllum líkindum, ég held að sé nánast þetta fullera það, 5. niðurmánuðurinn í röð í Bitcoin. Og ef við setjum það bæði í samhengi, að þá þú veist þarna 5 vikur í röð niður, hefur ekki, það bara versta síðan 2022. Og ég held að 5 mánuður röð versta síðan 2018 held ég. Já, 2019 þá vorum við 6 mánuður röð. Já, það, ok. Og svo kannski 1 í viðbót, ef við gefum ráð fyrir því sem þú ert að segja, við séum janúar sé rauður, þá held ég að þetta sé fyrsta skipti í sögu Bitcoins, sem að Bitcoin endar bæði janúar og febrúar í rauðum. Já, það? Já. Áhugavert. Ég held að 2018, en nei, að þá kemur skil. Já, þetta Það gæti þýtt að þó að við séum ekki að spá fyrir að við séum að fara eitthvað mikið upp, það gæti þýtt það rauninni samt að við gætum séð eitthvað svona relief rally svona aðeins svona smá í mars, þó að ég myndir samt segja að það væri kannski meiri líkur að við myndir síðan fara niður aftur. Ég veit ekki hvað þér finnst þessa kenningu. Þú veist, mér langaði með þetta að ræða svolítið Benjamin Cohen og Willy Woo. Já. Var þetta, ég var samt, mér eftir Willy Woo fylgir svolítið með honum. Ekki mikið, sko. Þú veist, ég gerði það á sínu tíma, þú varst eitthvað áskrifandi að eitthvað fréttabreifi hjá honum. Og enn, hann náttúrulega hætti, sko. Svo byrjaði hann aftur. Það þess vegna sem ég ekki orðið var við hann lengi. Nei, ekki svo byrjaði hann aftur. Hann mjög klár, eins og svo margir, en þú veist, þetta samt, þú veist, ef ég á að vera alveg strángheðalegur, þá finnst mér þetta pínu eins og að hlusta á menn sem eru mjög fróðir íþróttir, einhverja deildir, að vera að spá fyrir úrslit leikja, sko. Skilur þú hvað að vara? Þú veist, þá ég ekki að draga úr því að... Sem við erum að gera það þó við sem að reyna að spá ekki og miklu. Já, þú veist, en ég held að kannski hættan við þessa markaðsgreinendur að við klæðum þá svo, við erum svo gjörn á að klæða þá í búninga að þetta sé eitthvað miklu fáara og vitræna ferli heldur en náungin sem veit allt NFL að spá fyrir Super Bowl, skilur þú veist, að því þá vita nú flestir jú, hann veit heil mikið íþróttinar en þú veist, þó að hann segja að þessi quarterback sé að fara að eiga stórleik þá veit ég bara það þú veist, það getur allt gert, sko en við erum svo gjörn á að eitthvað með þetta hvort sem það Rá Pal eða Michael Saylor eða hvað já, að því að hér þeir að tala eitthvað svona miklu meira intellectual fyrirbæri heldur en íþróttir og þeir eru með svo mikla reynslu og þeir eru svo klárir og þeir eru svo vel máli farnir þeir komu með svo marga myndlíkingar eins og í tilviki Saylors að það hægt að treysta miklu betur á áraðanleika þessara greininga heldur en fattar hvað að fara? Já, bara ágæti stæmi það að þú myndist á Benjamin Cohen hann svolítið svona settir á eitthvað stall núna fyrir að hafa
Já, hann er búin að vera alltaf beris. Hann er búin að vera og bara hafa mest rétt fyrir sér síðasta bara árið held ég, sko. En ef þú ert búin að vera lengi í þessu og fylgst með honum, að þá getur alveg rifjað upp að 2021 þá bara leið ekki svo vika sem að hann sagði að 4 ára hringrásin væri búinn og það var að koma Supercycle. Já. Núna er hann að einhvern veginn svolítið svona gagnrýna þá sem að heldu að markaðurinn hann færi ekki eftir 4 ára hringrásinu og minnist svo sem ekkit á það að hann hafi verið þarna. Mögulega er hann hérna núna í, þú veist, að spá bearmarketa því að hann ætlaði ekki að gera þessu sömu minnstök aftur. Já, af því að líka sko, ef maður hugsa leikjafræðilega, þú veist, við erum allir að vonast eftir búlmarkett, skiljum, við erum allir að vona, þú veist, það bara segir sjálf. Og leikjafræðilega er þá aðeins, og ég tek fram að það er ekki ástæðan af hverju ég er oft búin að vera svolítið beris undanfarið, en hérna, sko, leikjafræðilega getur verið sniðura að vera svolítið beris, af því að fólk á auðveldra með að þú hefur rámt fyrir þér og þetta fór upp, skilur. Það er verið að fyrirgefa þér ef þú varst mjög búlis, já. Það er svona svolítið hannig, Þannig að þú munt mögulega koma betur undir ég í þessu? Það þarf ekki að vera, sko, og ég tek á þetta fram að ég er náttúrulega long term mjög búlis, sko, en mér langaði þó að ræða að, sko, eins og í tilviki Willi Woo, þú veist, hann var aðeins að greina þetta og var að sjá ekki að það er búið að leita alveg gríðalegt fjármagn í gull og við náttúrulega sáum gull eiga bara rosalegt tímabil og er enn að halda bara mjög, mjög vel í, held ég að sé rétt norðan við $5.000 hérna únsan, sko. Og hann telur að þetta muni einhver leiti ganga tilbaka og þetta er sama hvað við segjum, þú veist, þá og sama hvernig það lítur út akkurat núna, þá þetta eru svipaðir eignaflokkar, Bitcoin og gull í þeim skilningi að það er yfirleitt sambarileg lógík fyrir þann sem fjárfestir í Bitcoin og fyrir þann sem fjárfestir í gulli. Það er alls ekki það með sagt að sá sem fjárfestir í gulli sé þeirra skoðunar að Bitcoin sé góð fjárfesting, en það er enga síður hann lítur þá, sáfjárfestir lítur þá á gull með sama hætt og ég og þú lítum á Bitcoin, ef þú fattar hvað er að fara. Og það er líkt, getur við sagt að mörguleiti og hugmyndafræðin að það ætti ekki að vera svona mikil svona rígur hérna á milli. Nei, og hérna, þannig að ég held að setja bóka að það er overlap, þannig að á milli í, þetta eru sömu fjárfestar beggja megin bors og hérna að einhverju leiti og það er bara að ég því miður á ekkert gull. Ég var ekki að fjárfesta í gulli. En ef ég hefði verið að gera það, mér þykir mjög sennilegt að ég væri að minnka eitthvað við mig úr gulli og setja í Bitcoin núna, ef þú fattar hvað er að fara. Er það? Ég held það, já. Þú myndir vilja taka það ákvörðun núna. Já, ég er að segja að ég myndi gera það. Já. En hvort það er rétt eða ekki, hvort það gull sé að fara í $10.000 og Bitcoin er í 35.000, þú veist, má vel vera, sko. Þú veist, ástæðan fyrir spyrði er kannski meira, svona, ég var að veltaði fyrir mig bara svona, hvort ætla þessi erfiðara að selja þegar við erum búin að hækka mikið eða kaupa þegar við erum búin að lækka mikið? Já. Eitt áhugavert reyndar, af því að, sko, ég tók eftir einu þegar ég var að fara yfir nokkur gögn. Ég veit ekki eins og þetta er ekkert eitthvað rosalega marktækt og þetta er ekki mikið, en þetta er þó eitthvað. Kom mér alveg svona svolítið skemmtilega óvart vegna þess að við urðum varið við það að það var gríðarlega mikið selt þegar hérna, þessar lækkanir voru að eiga sér stað. Fólk var að springa og bara kasta inn handklæðinu og hérna gefast upp. Eða allavega, þú veist, gefast upp í þeim skilningi að hérna, færa sér allavega tímabundi yfir á hliðalínuna meðan það versta gengi yfir. Tók samt eftir í núna í gær að Bitcoin eign vísitöluna er búin að aukast alveg þó nokkuð á þessu tímabili. Núna bara í þessu svona... Já, bara síðustu vikur, sko. Já, frábært. Það er að segja, þetta eru fleiri Bitcoin og ég held ég var rétt með að minnstakosti hafa verið allavega stað, Solana og XRP. Þannig að þú veist, það er svona ógeir, þú veist, að því að hérna
maður var ekki svo mikið að pæla í þessum verstu dögum, þú veist, þá var maður að sjá alveg talsveit mikið að bara fólk var bara, ég meika þetta ekki, sko, en svo svona róast markarna, svo fólk að, þú veist, og ástæður ég segi þetta aðalega svo að þegar við höfum verið að bera saman, sko, opinber gögn frá kryptoköpilum út í heimi, þá rímaði yfirleitt mjög vel við okkar gögn. Skilur, hvort sem það þú veist, hvernig velt að aukast eða ef hún að draga saman kaup og selja og já, og hérna, þannig að þess að segja, þú veist, myntkaup mjög svona þú veist, þetta mjög fín skoðanakönnun þetta mjög fín skoðanakönnun sko upp á þú veist, bara, þetta ágætlega marktækt úrtak sem skoðanakönnun fyrir bara stemninguna hjá retail á kryptomarkaðnum. Þetta var svona allavega áhugavert að sjá og gæti bent til þess ef við fáum að draga það ályktun sem auðvitað verður að gera smá fyrirvara á að hið sama við út í heimi að sé retail sé að halda í stakki sín og aukan örlítið eins og ég veit að þetta alveg stretch, þetta ekki það stórt sampúl sem ég með hérna og þetta ekki það langt tímabil að það allavega gefa manni smá confidence að við gætum verið að fá einhvers konar support á þessum levelum. Willi Wu eins og ástæður nefna hann honum finnst alveg mjög sennilegt að við förum að sjá 54 til 57k. Já, ég get alveg trúa því að sú tala sé alveg svona nærtæk. Hún passar við svo margt líka eins og þetta 200 daga moving average. Já, einmitt. 200 vikna 200 vikna moving average. Og þú veist, þannig að þú veist og já, þú veist veit ekki eins og við talaðum hérna, það getur við farið töluvert neðar en það svona samt sem áður svona margt sem bendir alveg til þess að það búið að vera svo mikil sala sko, að það spurning hvað getur verið mikil sala, þú veist, endalaust en voljúmið svo lítið, það eiginlega mest að hætta nýðis. Sko. Já, voljúmið búið að lækka á öllum markaðunum, alveg svakalega en hérna, sem líka bara eðla því að market capið á markaðunum náttúrulega að lækka, sko, sem því að þú veist, þegar þú selur 1 bitcoin, þá það minna voljúm í 66k skilur heldur en í 120k fattaru. Já, góð. Þú veist, það verður áhverjað að bera saman við voljúmið í kryptotókununum, ég ekkert svo vissum að það hafi endilega lækkað eins mikið og dollaratalan fattaru skilur að því að þú veist ef þú selur 1 bitcoin þá er það áfram 1 bitcoin sko þó að það sé tvöfalt eða helmingi minna voljúm núna heldur en á tófnum. En svo passar þetta kannski líka bara við þess að umræðu sem þú veist að segja á þann einhver svona sérfræðingar að spá fyrir eitthvað, mér að þú veist í fótboltaleik veist ekki þegar eitthvað fær rautt spjald og sem að breytir öllu, þú veist ekkit hvað að fara að gerast í heiminum og þú veist ekkit hvað að fara að gerast í Seðlabankunum nákvæmlega og okkur svoleið, sko. Þannig að þetta er svo margt sem getur haft áhrif á þróunina. Þetta er bara ótrúlega margir þættir, áhrifaþættir og ótrúlega mikið varians í þessu og hérna þú veist, og maður bara eitthvað alltaf að læra það betur og betur og betur og maður heldur alltaf að maður sé búin að læra það til fulls og þá eitthvað veginn klessi maður alltaf á vegg og átt að sjá því bara nei, ég ágríðlega enn svo mikið ólært eftir sko að hérna það er bara algjörlega vonlaust að spá fyrir atburðarás hérna framtíðarnar sérstaklega náunar framtíðar og tala nú um að maður þarf að gera með einhverju nákvæmum hætti sko. Á sama tíma þá er þú veist, vantilega alveg eins og sérfræðingunni í fótboltanum, þá ertu með einhverja eins og bara þessi toppurinn á markaðurinn, það er alveg ótrúlegt hvað hann var bara nánast upp á dagafjöldi frá hvað síðasta toppi. 100% og þess vegna er alveg, þú veist, það er ástæðan fyrir því að koncept eins og bara polymarketið eitthvað gengur upp að því að það er hægt að spá fyrir einhverja líkur. Ef það væri bara ómögulegt sko, að hérna, vera með eitthvað svona vísbendingar, þá myndi náttúrulega slíkir markaðir aldrei ganga upp og þetta getur maður sagt að hérna, ég get útilokað það að Bitcoin sé að fara í $100 í dag, ég get líka útilokað að sé að fara í $10 í dag, þú fattar hvað er að fara, sko, skilur við. Og þetta er samt auðvitað svo mikið bara... eitthvað, sko, og þannig kemur bara sálfræðin inn í þetta, því að þú veist, við getum alveg fullir það að, þú veist, halfing
breytingin í dag frá því kannski fyrsta halfing er eðlilega bara miklu minni prósentulega séð, sko. Já, það er alveg rétt. En eins og ég segi, einmitt, jú, það er hárrétt hjá þér, sko. Mig langaði að fjalla að, sko, það hefur ekki verið mikið af fréttum, kryptofréttum sérstaklega. Nei. Ég er að vísa með eina svolítið skemmtilega, hún tekur ekki langan tíma að nefna hann, ég nefna hann bara nú strax, er að Abu Dhabi, varst maður sjá það? Nei. Þeir voru að auka Bitcoin-stöðuna sína í gennum ETFs og eru konum með $1 miljard í Bitcoin. Já, Þeir eru keyptir fyrir hálfan. Og það eru svoleiðis svona litlar fréttir. Mér að Harvard var að selja reyndar hluta Bitcoin og kaupa Ethereum. Já, ég sá það. Og svo er einhver sjóður eða einhver aðili í Hong Kong kaupöllinni sem var að kaupa rosa mikið Bitcoin sér. Já. Sem að þótti mjög athyglisvert og velta fyrir sér. Á einhverju tímapunkti og það held ég að gerast eitthvað núna, en svo bara á einhverju tímapunkti þá gerist það að, við sjáum alveg svart á hvítu, til dæmis á myntkaupinu, það er svo áherslu að sjá hvernig bara markaðir virka, sálfræði virkar, er að verðið hangir í ykkur, bara eins og það var að gera yfir 100k, þegar það var eitthvað hangi 110 og hanga þar lengi með litlum hreyfingum, þá bara missi markaðarinn áhugan, bæði seljendarhliðin og kaupendahliðin, auðvitað er alltaf eitthvað í gangi skilur en svona megin þorrin er frekar áhugalaus, er bara að pæla í ykkur öðru. Svo gerist það að þegar að koma ný level, annarkvort upp eða niður, þá triggeraru ákveðna hópa. Hópur sem við sáum að skilur, við heldum að þegar það byrja að lækka úr 110 niður í 100, bróki, nú eru kaupendur að fara að koma inn, þeir eru að fara að segja þetta juicy verð. Gerist ekkert svo mikið, svo bara búm, gerist það alveg svakalega þegar þetta fer niður úr 100 niður í 90, svo fer það aftur upp og aftur gerast það sama. Svo fer það aftur niður í 90, þá sjáum við voða lítið aksjón, en þá er þessi kaupendahópur svolítið búinn að tala sínu máli. Þá er hann að bíða eftir, eða þá annar kaupendahópur bíða eftir öðru level, og þá sá alveg svakalega mikið gerast í 90 til 80. Þá var bara með hér er dauðafæri, og svo sjáum við svakalega mikið gerast bæði kaupendamegin og seljandamegin, þegar seljandahliðin virkar auðvitað nákvæmlega eins, þegar vorum að fara úr 80 niður í 60 basically, bara núna hérna í febrúar, sko. Og það sem er áhugavert að sko, sjá þetta er að fyrst þegar verði snertir eins og bara, mid-60s, bara basically sem við erum í núna, þá liggur fólki gríðarlega á að koma inn og kaupa, þeir sem ætla að kaupa, að sama skapi eru þeir sem einhvern brotna, og breytast þá í seljandarlið, skilur, bara ég þolið ekki meira að mér líst ekki á blikuna hvað það er. Og svo erum við samt núna í nákvæmlega sama verði og einhvern allt var að gerast. Þetta var að kalla fram á einhvern viðbröð hjá öllum markaðanum. Og það er bara nokkri dagar liðnir, en það er aftur svona, það er allir búnir að tala sínu máli, það er allir búnir að greiða sitt atkvæð á markaðanum eða að fatta hvað er að fara. Og þá velti maður sér bara fyrir sér. Við sáum það bara 2002, þá gerist það augljóslega í kringum 15-16.000 og þá bara var ekki lengur neitt eftir að seljandarliðinni. Fólk sem var ennþá inni, það var bróki, ég fer með þetta niður í 0, mér er sama. Og þá var bara kaupendarlið eftir og þá náttúrulega er það botnin og markaðan fyrir upp. Og maður spyr sér mitt bara, hvar ætli vermiðin væri núna? Og auðvitað þeir sem hafa enga trú segja að það er ekki til slíku vermið, því að þetta bara markaðar mun missa alla trú á þessu og við segjum nei, við trúum því ekki, en það ætti enda og degi veldur á hverju þú trúir. En ef við gefum okkur það að Bitcoin sé langtíma fyrirbæri, varanlegt fyrirbæri, varanlegur eignarflokkur, hvar kemur vermiðin sem tæmir seljandarliðina, bara eins og gerist 2002 í 15.500, skilur. Það er bara vermið sem allir segja bara ég hef ekki nokkurn einasta áhuga að selja, sko. Og erfitt að svara þessu, en óundlega maður að spyrja sig aðeins núna. Óundlega leitur spurninga maður getur verið að það hefði verið 59.8. Að það sé botnin? Ég er bara að segja, getur það verið, sko. Engin spurning, það getur þetta alveg verið, sko. En ástæður ég segja, ég haldi ekki ef ég á byggja á svona, ég veit ekki hvort það er ósængandi að segja þessi tilfinningalegur rök, ég myndi frekar að byggja á reynslunni, en samt tekið fram að gera allan fyrirvara á þessum vangaveltum mínum, er að
þetta var svona í fyrsta skipti fannst mér þegar vorum að fara niður úr 80 niður allir niður í 60 sem ég bæði sjálfur finn og sé bara svona alveg bara virkilega djúpstæða svona massíva hræðslu. Þetta fyrsta skipti þú veist bara búin að sjá hræðslu, þú veist bara hræðslu 10 og búin mörg dropp og þú sé alltaf eitthvað hræðslu en þetta var svona, fattar hvað að fara, bara svona ég meina, for Christ's sake sko, fyrir en grýtindex sem fór í 5 skilur, ég held að það þurfi ekki að útskýra það eitthvað mikið meira og þá velti fyrir mér sko ég man 2022 það voru alveg nokkrir svona dagar, þeir voru 2 eða 3 skilur, eða 4 og ég man alveg eftir ég man sérstaklega eftir deginur fórum undir 20 mér minnir að ég man það rétt að fórum úr 26 niður í 18 eða eitthvað einum degi og þá var alveg búinir að vera svona 2 svona dagar eins og ég að tala og þessi dagur kom svona bara þú veist, ég man bara eftir því að ég hérna fæ bara í síma minn bara frá bara nokkrum bara, þú veist, bara ég man að hérna eitt skrifaði sem er eitthvað sérstaklega minnistætt hann skrifaði Holy Foxsticks, ert að sjá þetta og ég bara, hvað er að gerast þannig að, þetta er ekkert eitthvað mjög vístalega nálgun hjá mér en ég er bara að segja það er eitthvað sem segir mér að við værum að sleppa freka billega ef þetta er bara eitt svona dagur. Fattar þú hvað er að vara? Já. En svo er þetta, þú veist svona, hvort sem að segjum að 55 yrði botninn eða 59 aðna. Það er samt svona mikilvægt að hafa í huga þessar tölur. Viljum úr sagði 47 til 54, ég var að meina núna, já. Að, þú veist, þessa neðsta tala, þú hefur aldrei keypt í þessari tölu og munt aldrei kaupa í þessari tölu. Fyrst það er að segja, er ég að tala út frá 8, örugglega einhver leiti, en þessi 59 tala hana, 59,5 eða hvað það var. 59,8. Já, að þetta var í split second. Já. Ég sá þetta ekki einu svona á tradingu. Ég sá þetta, og þetta er ekki loggað á CoinMarketCap. CoinMarketCap loggar botnin $60,47, en það var sem sagt, þetta fór í hver split second á Binance í 59,8. En svo hugsaði ég bara að bera þetta saman sko. Ég var að velta fyrir mér þessum markaði núna og hérna 2022 það er gríðarleg neikvæðni í gangi einhvern veginn sko. Svartsýni og eitthvað svoleiðis núna mér finnst svona mörguleiti svona erfiðari fyrir fólk núna heldur 2020 eða svona öðruvísi erfiðari allavega sko, því þá höfðum við allavega einhverja svona glæpamenn til að kenna þetta, þú veist, þetta er allt Sam Bankman-Fried að kenna hérna, Celsius hérna, þú veist, BlockFi og þú veist, allt þetta. Núna er þetta bara, það er engin áhugi. Ég er svo sammála, og þar kemur inn í sko, við höfum alltaf rætt þetta alveg nokkur sinnum, en ég held að þetta sé í alvöru talað svo stór skýring á þessu að það er bara gervigreindin er búin að vera að stela öllu aksjóninu. Ég ætla að orða betur. Gervigreindin og fjárfestingar í gervigreind og fyrirtækjum og sviði gervigreindar er búið að fanga alla athygli fjárfesta og markaða. Ég er alveg vissum að það sé alveg mjög stór þáttur þó að það sé líka hversu mikið pening á fólk yfir höfuð versus bara hérna eftir COVID og mögulega þú veist er einhver hlut af þessari gull-silfur hækkun retail sko. En þú veist að ég hugsa bara þú veist ef ég er eitthvað virkilega fjársterkur aðili sem er á kafi í öllu sem er að gerast og við spólum tilbaka nokkra mánuði að Bitcoin er yfir $100,000 og ég er bara Bitcoin er cool, ég fattar konceptið, það er ekkert að fara neitt, gott store value en það er búið að vera til staðar í 15-16 ár það er í hæstu hæðum núna. Jú, má vel vera að það sé að fara að taka einhvern leggu upp en má líka vel vera að þetta sé einhvers konar toppur, lokal toppur og sé að fara að leita niður og þú veist fundamentally þá er Bitcoin ekki breyst neitt og það er kosturinn við það skilur og það breytist ekkert, þetta er bara fundamentally klassískt fyrirbæri sem það er eitthvað stærsti hluti af þessu narratífi að það er óbreytanlegt þessi grundvallaratriði
og þá segja, ok, af hverju ef ég er með $100 million sem dæmi, sem ég er að fara að allokera í eitthvað, af hverju á ég að setja það í Bitcoin þegar ég get verið að setja það í fyrirtæki sem hafa burði til þess að framkalla 10 ára tækniframfarir, 100 ára tækniframfarir á næstu 10 árum. Þá er ég að tala bara að gervigreindin hefur burði til þess að breyta heiminum með tækniframförum sem við erum vön að taka í svona cirka 100 ár eða bara spólar 100 ár aftur í tíman, bara til 1926. Við værum fyrir að fyrsta ekki að taka upp hlaðavarp hérna á Íslandi 1926 og tekur þannig 100 ára framfarir og þjappar þau saman í 10 ár. Þetta er frasi sem ég er búin að heyra hjá mönnum sem eru á kafi í gervigreindinni. Það er ótrúlega hlutir að gera. Það er búin mikið breakthrough bara núna, allra síðustu mánuði og vikur er búið að vera breakthrough í gervigreind. Og þú veist, þannig að ég held að þetta hljóti að spila bara og engin spurning, maður sér það líka bara, þú veist, einhverju svona influensar sem maður hefur verið að fylgjast með og áskrænda fréttabréfum og bara langan tíma, ekki bara út af AI, heldur líka bara út af því að altcoins hefur ekki verið að performa, að þá er þið farin að fjalla hlutabréf líka og mikið gervigreindina. En þú veist, ég veit að þú varst ekki að spurja mig þegar þú sagði af hverju hérna áðan, sko. Af hverju ætti ég að fjárfesta í krypto þegar gervigreindin er það? Takk til bara spurningu. Samt að ég er sammálaður, en ef ég ætti að svara þau og verja það að fjárfesta í krypto, þá ætla ég að segja, margt af því sem þú ert að segja, er hægt að segja krypto líka, að þú veist, krypto og þú veist, og Bitcoin og raunir öll þessi tækni er mögulega að fara umbreyta peningakerfi heimsins. Svo, þú veist, og ekki bara peninga, heldur bankakerfi heimsins og hvernig við transaktum á milli okkar með peninga og svo framvegis. Þannig að, þú veist, ég held að, þú veist, þú veist, gervigreindin er þetta bara gríðarlega spennandi hvernig bara internetið og tækni og hvernig við nálgumst upplýsingar og vinnum með gögn og svo framvegis og bara, þú veist, bara störf sem að tók kannski marga klukkutímar að það er láta gervigreindin að gera og svo framvegis. En ég vil meina að við getum alveg sagt líka að það þýðir samt ekki að það sé ekki þessi mikla bylting sem sé að fara að eiga sér stað og er byrjuð að eiga sér stað í bara, þú veist, bara milli bankaviðskipti, þú veist, hvernig hlutabréfa eignir og svo framvegis og svo framvegis, sko. Já, sko, ég held að hluti af, og það kann að hljóma skringilega og mögulega er þetta ekki heppilegt orðalega hjá mér en ég ætla þó bara að segja sér svona orðaðið sem ég er að hugsa þetta, að hluti af þessar tilvistakreppu sem krypto er að fara í gegn núna, sem ég vil trúa að sé mjög tímabundin, er að sko krypto er einhvern komið narratíf að þetta er eingöngu finance, sem ég veit að ekkert eingöngu, finance er risavaxin sektor. Já. En málega bara með gervigreindin að hún er allur pakkinn þar með tali finance. Já, góða punktur. Þú veist, fattar þú hvað er að vara? Já, góða punktur. Þannig að þú veist, en sko svo, þú veist, á einhverjum tímundi jafnvel þó að gervigreindin sé að fara að breyta öllum heiminum, þá á einhverjum tímundi er vermiðin samt orðin og hár. Ég er alls ekki að segja að það sé komið núna. Þannig að þú veist, og þú veist, verðmiðin á krypto er orðin of lágur og markaðan balansar út, en mér langar að segja þess eitt að því að sko svipað þú varst aðeins að tala en expanda aðeins yfir í meira nefnitt bara finance, sko, er að þú veist hefur þú heyrt þetta hugtak, sko, að gervigreindin geti skapað svona post-truth society, þar sem bara tökum sem dæmi, nú er allir samfélagsmiðlar hjá mér, þeir eru að sko fyllast af einhverjum svona ítarlegum sögum
hérna Elvis sem sko og bara svona mjög random, ekkert agenda, bara svona mjög low stakes, bara eitthvað, já, þegar Elvis hitti þennan tónlistamann á dánarbeði hans, þá töluðu þeir þetta og þetta og ég veit fyrir víst, þessi mynd fake, þeir hittust aldrei, þeir þekktust ekki og það ekkert, þú veist, sjáanlegt agenda í þessu, það engin skandall eða eitt eða neitt skiluru eða eitthvað, þetta bara einhvers konar líi sem gæti alveg make a sense og eitthvað að því að hún hefur ekkert agenda þá, veist, ef ég væri ekki diehard Elvis historian þá var ég bara, já, ok, að því að gervigrindamyndina orðin svo góðar að það ekki hægt að skiluru, þannig að þú veist og þá þetta, ok eftir það fór ég að kynna mér þetta svolítið að hérna menn hafa ágrafað, þetta verður svo mikið upplýsingaflóð og þá spyrum ok, ekkert agenda? Jú, agenda hjá einhverjum bara að í rauninni eyðileggja bara konseptið sem einhver svona universal truth einhver algildur sannleikur sem við bara einhvern göngum öll að, bara sannleikur að þú Sveinn Björnsson var fyrsti forseti íslenska lýðveldisins skiluru og hvernig átt að vita það eftir 300 ár eða eitthvað þegar hérna gervigreindin búin að klokka þú veist, alla gagnagrunna skilur og segir bara að Björn Haraldsson var fyrsti forseti Íslands og setti Bitcoin á sin lögeyri eða whatever skilur, þú kom með svo mikið af upplýsingum já. Og hérna og ég hef verið að rákira þessu en þá kemur þetta, ok, hvað Bitcoin? Þú ert með dreifstýran gagnagrunn sem þannig byggður að það kemst engin lygi inn á hann. Það er ekkert að það er ekki hægt búa til nei, gerfi Bitcoin í gerfugrindinni. nei. Og þú getur ekki sko, þú veist þetta er bara hérna lyga varin prótókoll. Það kemst eingöngu sannleikur inn á það og það sem er hægt að gera með Bitcoin náttúrulega líka fyrir utan það að senda Bitcoin og hérna geima Bitcoin á veskjum ég get sendir skilaboð og þá veistu bara ok, sá sem var með lykilina þessar adressu hann hérna sendi sannarlega þessi skilaboð og þau voru send nákvæmlega á þessum tíma og það ekki hægt að breyta þessu og það ekki hægt að búa til einhverja lega útgáfu af þessu. Hvað þetta nákvæmlega þýðir skiluru að ég sé búin að visualiza, já, þetta mun þá gegna þessu hlutverki í einhverju post-truth society, ég ætla ekki að þykast við þetta, ég bara að segja þetta, ætlar einhver að segja mér það að svona fyrirbæri sem dreifstýrt, stafrænt, sjaldgæft til í fyrirfram ákveðnu magni, að þetta gegni ekki einhverju hlutverki í hérna þessum heimi gerfugrindar. Annar punktur sem ég ætla að fá lánaðan hjá kollega mínum á skrifstofunni hann nefnilega ofta að koma með punkta frá þeim raunverulega öllum en hann kemur oft með svona punkta sem ég eitthvað svona kemur first take, hann sagði ok, við erum að hugsa hvernig komboð AI og krypto og við hugsa mikið hraða og bara Solana fullkomið að því AI agentani geta verið að senda endalust af ykkur færslum og kosti ekki neitt og hraðin svona. En þegar AI agentanir verða nánast orðnir bara, þú þarft að hafa einhvers konar svona oversight eða hemil á þeim, þá getur verið svolítið óheppilegt þegar allar færslur eru instant og endanlegar strax. Getur hreinlega verið kostur að bara fyrir ákveðnar mikilvægar færslur þá ég með AI agent og hann má bara nota Bitcoin. Og af hverju? Jú, af því að það tekur 10-30 mínútur. Já. Af því að þá, skilur, ok, fyrir allt eins og bara kaupa í búðinu eða eitthvað low-stakes-dæmi, bara Solana og efficiency, en fyrir eitthvað eins og fasteignakaup eða eitthvað svoleiðis. Fattar hvað að fara? Já. Fyrir fasteignakaup, fyrir bílakaup, whatever, þá ég ekki bara AI agentinn bara seldi húsið og það farið á hvað, fattar mig? Já, ég alveg til í að fara inn í þessa pælingu bara almennt líka, líka til að svona velta fyrir sér hvað að fara að gerast í þetta, því að það örugglega 1-2 ár síðan við
tölum það hérna í hlaðvarpi að þetta væri frábært kombo einhvern veginn, sko, að það væri hægt að láta agenta sem að gera eitthvað fyrir þig sjá kaup og það þurfi ekki samþykki hjá bankanum, sko. Og ég fór að hugsa þetta aftur núna því það er búið að vera svolítið umræða og umræðan kemur svo sennilega, þú veist, það má alveg segja, þú voru að tala um þess að gervigreind, það er svona, kannski svona 3 stórir póstar í svona, finnst mér í svona gervigreindar þróunni sem fær fólk til að fylgjast með hvað er að fara að gerast. Það er þetta ChatGPT, þegar það kemur, það er bara, þá byrjar gervigreind, bara fólk að nota gervigreind og tala um gervigreind. Svo manstu eftir hérna DeepSeek kínverska, það bara... Sem það eru ekki teirt Nei, ekkert segja lítið síðan, það er hana og er áfram að gera hlutina. Það er ekki margsum hvað gervigreindin er að þróast á gölnum hraða, er að þú kemur eitthvað, þú veist, það kom svona vika eitthvað sem bara DeepSeek bara stál allri aðteklinni, einu sem fólk talaði og bara ChatGPT, OpenAI er bara í tómum vandræðum og eitthvað, svo bara kemur eitthvað nýtt, þú veist hvað það er Claude eða Gemini eða whatever. Og núna var það rauninni þetta Clawbot eða sem heitir reyndar OpenClaw í dag sem er rauninni, ég veit ekki hvort það er mikil umræðan úti þá sem að fylgjast með gervigreind og þeir sem fylgjast með krypto og svo framvegis sem er rauninni AI agent sem að rauninni þú hliðinur á tölvunni hjá þér, þú stillir hvað má gera og það sem að það hefur kannski svona fram yfir margt annað er að það hefur síðan aðganga öllum svona samskipta, WhatsApp, þú veist, Messenger og svo framvegis og getur farið að gera alls konar hluti fyrir þig. Mér að það var einhver sem lita finna fyrir sig einhvern ákveðin bíl á besta verði og hann búin að finna það eftir einhvern ákveðin tíma. Þetta hefur fært umræðana yfir í það að þú veist, ok, það getur farið að gera svona ýmsar hluti fyrir okkur og þetta getur orðið gríðarleg þróun sem að þýðir rauninni að þetta passar rosalega við krypto einhvern veginn. Það er samt svo áhugavert að svona þegar maður fer að velta fyrir sig, ok, hvar, eins og þú segir, hvar mun þetta nýtast best? Just, ég fór reyndar aðeins að skoða hvað er búið að vera að gera. Það er búið að vera að þróa rosalega mikið. Ég meina, Coinbase er búin að vera að þróa einhverja laust X402 held ég að heita eitthvað svoleið sem að rauninni gerir plattformu kleift að taka við krypto á mjög einfaldan hátt án þess að hafa mikið fyrir því að gera einhverja breytingar. Þeir eru líka konum með svona agent veski, Phantom er að þróa agent veski og það sem ég er svona áhuga að vera svona pælingar að því þú varst að tala um þetta með að þú veist að eyða og miklu eða eitthvað neginn, þú veist, ein svona pæling með þessu væri að því maður hefur, þú veist, ég myndi til dæmis ekki setja þetta Clawbot inn hjá mér, ég er bara ágjör að bara allum upplýsingunum sem það tengist og hvað það var að gera, en það var í rauninni að eins og Phantom væri kannski með undirveski sem væri agentveskið þitt sem þú stýrir gegnum yfirveskinuðinu og ert með ákveðna fjármuni þar en þú þarft að samþykja rauninni allt sem fer þangað rauninni en svo getur það svona gert ykkur að fyrir þið á því veski þannig að það og svo er ýmsar þróanir sem að gera kleift að fara á milli bálkakeðja og svo framvegis þannig að þú veist það á ekki að skipta endilega máli hvað þú ert með en þú veist það er samt svo áhugavert að menn eru svo samt eiga til að tala út frá bara sinni trú. Þú veist, eins og þetta. Ég heyrði eitthvað svona Bitcoin Maxi podcast verið að tala um að Bitcoin hlýtur að vera aðalmálið í þessu. Sem að, þú talar um hvað er frábært í þessu með hvað þetta var þar, en svo er aðri sem segja, en að því að of hægt að þá við erum að tala um jafnvel rosa mikið af svona microtransactions og kannski ykkur svona kaupa ykkur litlar þjónustur, erum við alltaf að bíða eftir því? 100% verður Bitcoin grunnlagið aldrei nota fyrir þannig. Nei, og ég er ekkert vissum að layer 2 á Bitcoin sé komin þangað að það verður notað, sko. Nei, það áttur að koma í ljós. Ég held að Solana sé miklu í heldur en að, þú veist, layer 2 eða Lightning Network á Bitcoin. Ég er ekki viss hversu relevant það koncept er núna þegar þú ert komið með Solana og allt þetta, bara halda ára að byggja hona á það. En ég bara segja, mér finnst það áhugaverð pæling að, þú veist, fyrir sumar fjárhagslegar aðgerðir þar sem, þú veist, ég meina segjum einmitt fyrir fasteignaviðskipti hvaða máli skiptir það hvort þú sért að bíða í 1 sekúndu og borga 0 krónur
eða hvort þetta býði í hálftíma og borga 50 krónur. Það skiptir engum Það máli og skiptir mikið engu af máli. þessu verður heldur líka eitthvað sem að meira að segja skiptir ekki máli, þú veist, bara að klikki að mikið af þessu svona, að því vorum að tala um micro versus real estate, einhvern veginn fasteignir, að þú veist, mikið stærsti hlutina af þessu verður kannski eitthvað sem að rauninni að gerast þér og eitthvað sem ekki að fylgjast með, alveg sem hvað en það er mjög ólíklegt að það sé fasteignakaup. Einmitt, en ég að tala fyrir þessi stærri viðskipti, þá gæti ég svo vel ímynda mér að Bitcoin verði, ef þú ætlar að láta agent að operata þetta allt saman, sem ég finnst alveg sennilegt að verði í framtíðin, ég held bara að ég farin að trúa því að framtíðin verði bara eitthvað en þannig að þú veist, þetta bara, ég hef aðeins fengið að kynna svona glimpse af potentialinu sem þessi agentar hafa og maður er bara mindblown, þú veist, þetta og ég held að það var einmitt einn sem sagði, sko, þú veist, þú hefur heyrt þetta, sko, gradually then suddenly, þú veist, hvernig svona, þróun á sér stað, sko, og við erum í raunlega í þessu gradually stígi núna og við erum nú þegar mindblown. Já, og það verður þetta suddenly. Að því mér finnst ég sjá svona breytingur núna, því þú veist, hvað var það, janúar í fyrra sem að kom svona smá AI season. Þú veist, það voru samt, við vorum að tala um það voru enga lausnir, alvöru lausnir, mikið af þessu, það var bara eitthvað tengt við ChatGPT að gefa þér einhver upplýsingar, en þessar lausnir sem er verið að þróa allavega núna, þó að segja kannski ekki endilega komin einhver gríðarleg notkun, það finnst mér vera svona miklu meira svona kjöt á beinunu og bakvið þessar lausnir. Það er fyrst núna, finnst mann eitthvað að gera svona wow, skilurðu. Það er fyrst svona alveg svona wow momenti. Já, og ég... Wow moment nummer 2, ég veit ekki fyrir kynnist ChatGPT fyrst fyrir, hvað er orðin, 2 ár síðan eða ég man ekki hvað það er. Það var alveg klálega wow moment þar. Já. En svo venst maður ég bara strax og bara ok, þetta er ekkert, æskilur, mann finnst ekkert eitthvað, þú veist, svo big deal. Nú er maður eitthvað wow moment nummer 2 og ég held að þau sé að fara að koma núna nokkur. Já, meni, ég hugsaði með þess að bara sjálfu þegar ég var að stúdira þetta OpenClaw, ég hlustaði langt viðtal við hann sem kom þróa þetta. Og var eitthvað svona að fylgjast með einhver meira. Það kom alveg við mér já, heyrðu, þá ekki bara að fara að kaupa eina Mac Mini tölvu og setja upp þetta, láta gera alls konar fyrir mig. Ég þoriði ekki á mín eigin tölvu með mínu eigin gögnum, sko. Og það var svona váeffekt, mér langaði að gera eitthvað. En ég vissi bara ekki hvað mér langaði að gera. En já, bara skjóti því að, sko, það var mjög áhugavert viðtal. Krypto kom ekkit sérstaklega vel út úr þessu samt og við sem að tala um hvernig þetta klóbot hefur áhrif hann er að tala um það að til dæmis að hann Anthropic Claude þeir hótu honum málsókn út af nafninu var eitthvað oflíkt þannig að þessna fór það yfir í OpenClaw og þá fer hann að leita af einhverju nýju nafni og þá þarf hann Twitter-handle og þá þarf eitthvað ýmislegt og hann segir bara að hann hefur ekki fengið frið fyrir aggressífum krypto einstaklingum. Þú veist, þeir eru að reyna að búa til eitthvað fake meme coin á hann, reyna að fá hann í samstarf til að græða fullt af peningum. Þegar hann ætlaði að kaupa eitthvað þá voru þeir búin að nota eitthvað botta til að ná því á honum fyrr. Þannig að hann var mjög neikvæður á og þeir eru bara að hugsa að græða eitthvað svo leið sko. Svo var hann einhver sem skaut á hana því að nú er hann búin að selja þetta allt sjálfan sig eða þetta inn í OpenAI og þeir eru bara að þróa þar sko. En allavega þú veist þetta seldi ekkit endilega krypto en þetta var samt svona, þessi lausn var svona start af því að nú eru rosa margir að tala um þessar hluti sko. Já, einmitt. En já, við getum allavega sagt þetta þannig, sko, að verði ég ekki að fá að koma með myndlingar eins og Michael Saylor, sko, að, þú veist, eins og búlmarkaðarinn, sko, 2020, 2021, 2017 hefur verið líka, ég var bara ekki inn í því. Þetta var pínu eins og Elvis á 7. áratugnum. Hann bara stal öllu sviðsljósinu og það var eins og John Lennon sagði heimur var svarthvítur, svo var hann í lit þegar Elvis kom og svo fer hann í herinn, kemur tilbaka í Hollywood og gerir ákveðið smót þar svona framan af og svo kom bara Bítlanir og breska innrásinn svokallaða The British Invasion, Rolling Stone fylgdi eftir og The Birds og öll þessi bönd og allt í nú var Elvis bara irrelevant
bara jú, hann var geggjar inn í 50s, var, þú veist, og startaði þessu öllu skilur en nú hann bara einhver haspinn í Hollywood og þú veist, heimurinn að breyta sko, það hippa tímabilið og Vietnamstríðið og allt þetta sko, en sá sem þekki söguna, hann veit náttúrulega, þú veist, svo þetta kom comebackið og svo núna mörgum áratugum síðar er þetta maður með lasting impact sko. Og ég svo að sjá þetta fyrir mér sambarlegt með Bitcoin sko, að þú veist, Bitcoin var bara, þú veist, svakalega mikið það sem fékk spotlightið, þú veist, 2021 sem dæmi, 2017, þetta var svona gríðalegt aðdráttarafl og náttúrulega performa alveg gríðalega vel. Og svo núna einmitt það sem manni finnst svona eitthvað leiti erfiðara sko þú veist við þennan einhvern bjarnamarka núna að meiri sér bjarnamarkan 2022 þá fekk Bitcoin mjög mikla athygli, fólk var að keppast við að sparki líkjandi mann, skilur mig en núna bara eitthvað algjör hunsun fattur hvað að fara, já. Skilur Ef eitthvað þá það jákvæða fréttir sem eru hunsaði líka já, það bara eins og Bitcoin sé eitthvað haspinn, skilur mig og ég, þú veist, áttam á því að þessi myndlíking einhverjir kunnað finna einhverjar hólur í henni en ég ætla samt að segja að það eiga alveg mikið erind og margar eðlisfræði myndlingar Michael Saylor, þannig ég ætla alltaf að leggja fram þessa myndling á borðið og ég segi bara Bitcoin kemur comeback. Já. 100%. Bitcoin kemur comeback. Já, ég meina 100%. Og það mun koma með comeback eins og í tilviki Elvis, það mun koma með eitthvað sem fólk hefur aldrei sjáður. Það mun koma með eitthvað sem fólk hefur aldrei sjáður og fólk verður bara svona, wow. En þarna, ég er sammálaður, en til að loka þessari AI agent umræðu, ég get alveg trúið því Já, þú ætla að loka hann, já, fyrir ekki. Til að, þú veist, ég get alveg trúið því að við höfum talað um stöðuleikamyntir hafi verið svona, hvað kallast það svona, besta dæmið real world use case tala um það þú veist og AI agent gæti verið það svona næsta stóra, það ekkert víst að það sé strax það samt svo áhugavert að þú varst að tala um hvað svona hvað græðir mest á þessu þú veist, þetta færa fyrir rök fyrir eitthvað svona eins og Solana Base eitthvað sem ódýr, það enn sem komir svolítið erfitt með Ethereum samt minni svona mikrofærslur allavega en ég held að það sé reyndar líka bara stöðuleikar myndir að því þú veist þetta þýðir það að mögulega verður fullt af alls konar viðskiptum fyrirtæki sem hafa ekkert endilega verið í kryptó fara að færast inn í gervigreindina þar sem að þurfa að nýta sér einmitt. Þú tala um hvernig þetta kombo gæti fara að smetla ég held að þú veist, þegar liggum við ég hugsaði því miður fengum við stöðuleikamyndir að því að stöðuleikamyndir munu græða mest á AI agent byltingu. Það alveg mjög plausible scenario að þetta spilist þannig út. Sko, það ein... Má ég segja eitt? Já. Ég ætlaði nefnilega líka að þóra þessu, sko. Þú varst að tala um þessar myndlíkingar þína, sko. Þú ert annarkvort með eitthvað úr, frá Elvis eða körfubolta. Ég held að vera að segja skákinni. Nei, það er miklu frekar með skákmyndlingar. Þú er líka tekið körfubolta og ég sá einhverja svona líkingu með körfubolta. Okay. Ég ætla ekki að fara að tala um þetta, en mástu ég var að tala um það síðast, þetta samstarf BlackRock við Uniswap. Já. Og það sem kom ekki fram í þættunum síðast, sem ég held ég hef ekki sagt, að BlackRock keypti mér þessa Unitokenið, sko, sem að ætti að hafa haft gríðarlega áhrif, en hafði ekki eins og oft á þessum tíma. En þetta eins ólíkir aðilar og hægt Uniswap, decentralized platform einhvern veginn, sko, einn maður bjóða til og eitthvað svona, sko. Ég heyrði eitthvað svona líkingu að þetta væri rauninni gæti orðið eins og Michael Jordan og Dennis Rodman. Þetta væri eins ólíkir aðilar og hægt væri, enginn hefur trúað þeim og þeir enda með því að vinna einn svona svakalasta titilsögunar. Unnu 3 titla frá 96, 7 og 8. Já, ætti þetta að segja að ef þú gerir ráð fyrir að Uniswap sé Dennis Rodman, að þá ættir að fara að
og að fyrst að þeir fara að spila með Michael Jordan það ættir að kaupa þær Unitókenið. Það væri svona gaur ángríns, ég gæti trúa að það væri þetta bjóðunum mín að þátt sko. Hann er svona gaur sem bara, ef maður næri eitthvað kontakti við hann, hann er bara til í allt sko. Bara já, kemur hérna og tala krypto. Já, hann fór til Norður Kóru, eða ekki? Jú, einmitt. En herðu, sko, það er ein mjög stór frétt sem ég fyndi hvernig þetta var svona hlaðbúið að spilast út sko. Því að ég var með 2 punktar sem ég langa að tala um. Ég langa að tala svolítið mikið þessa gervigreind. Þetta er búið að fara alltaf allt spjall í það sem er bara fínt. Ég held að þetta sé já, bara öllu hvernig slefti. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir fólk að skilja þetta sem er í krypto. Af því að af hverju ertu í krypto? Jú, þú ert að því að þú hefur trú á tækninni og þú heldur að hér er ég á undan einhverju, ég er í einhverju contrarian trade, skilur, ég er í einhverju þú veist, ég er að treyta, skiluru, á hérna undan massanum. Það lítur að vera ástæðin fyrir að þú sért í krypto og þetta er eitthvað tækni sem svo á eftir að sína öllum heiminum að herru, vá, þetta er bara hérna, borðleikindi fyrirbæri og ég ætla að fara að kaupa minni í þetta núna. Og þá er bara svo mikilvægt að skilja bara, ok, það er alveg rétt, eða við trúum því, en það eru aðri hlutir að gerast líka sem, þú veist, getur maður sagt að krypto sé að fara að hafa meiri áhrif á tækniframfarir heldur en gervigreind? Ég held að það sé orðið mjög erfitt að segja það. Við vitum það ekki, framtíðin, en fattur hver að fara. Nei, ég meina eins og þú sagðir áðan, það er miklu breiðari áhrif sem að... Já, og við erum svona núna finnst mér ok, þetta er búin að tala um gervigreind mjög lengi, en mér finnst þetta að vera svona eiga eitthvað svona svipað svo ok, það var búin að tala um konceptið decentralized internet money í einhverja ára 10 árin Bitcoin lítur dagsins ljós, fattur hver að fara. Nú finnst mér svona svolítið vera að eiga moment þar sem, þú veist, Bitcoin er að verða til, basically, í sögu gervigreindarinnar, eða fattur hvað er að fara. Já. En ok, hérna, það er eitt annað risa sem við verðum að fara að tala um. Ég hef viljað tala um það fyrir, en við verðum að gera því skil. Það er ótrúlega hvað lítið fjallað þetta finnst mér í íslensku fjölmiðlum. Ég sá enga umfjöllun þetta á MBL áðan, eða hérna í dag. En það var frétt þetta á Vísindablaðinu. Það er mögulega að fara að eiga sér stað stríð milli Bandaríkjanna og Íran. Og maður finnur þegar maður er að lesa financial fréttir út í heimi, Wall Street Journal og svo framvegis, þá er mjög mikil athygli á þessu. Já, og þú veist, vonandi ekki. Vonandi er þetta bara svona eina af þessum taktíkum hans Trump sem að hann svona hótar því mesta til að ná fram einhverju. Nei, mitt. Ég bara... Það finnst mörgum það mjög líklegt. Hann sé að fara að runni sína fram á með svona eins takmörkum hætti og hann kemst upp með enn og aftur fram á hernaðamátt Bandaríkjanna í þeim tilgangi að klerkastjórnin annarkvort gefist upp eða hérna, komið til móts við kröfur hans að hætta að auka úran. Já, en auðvitað að því að þú veist, við erum að tala um þú veist, þetta kryptomarkaðin. Ég meina, var þetta ekki í gær sem þetta kom svona einhvern veginn upp að það væri meiri hvað að segja, hérna flug, hers flugvélar umfang flughernaðar. Já, í hérna Mið-Austurlundum hefur aldrei verið meiri við hálfu Bandaríkjanna síðan 2003 þegar þau fóru inn í Írak. Og maður sá það svolítið á mörkuðun, hvað þetta hefur þetta beina áhrif á mörkuðun, það hrundi allt einhvern veginn svolítið mikið bara á einhvern klukkutímum þegar þetta var að gerast, sko. Og ég veit ekki hvað gerist ef að verður brýst út stríð, sko. Nei, veist, ég held að frá bæturum markaða séð, auðvitað svona, ég veit ekki, maður fær svona stundum alveg smá óbragð, en samt, veist, það maður líka bara heiðlur að maður náttúrulega bara að fjalla sitt, sko, að veist, maður náttúrulega tala stríð sem náttúrulega bara við viljum ekki fá stríð og við sem að tala hvernig hefur það áhrif á markaða. Já, algjörlega, og það er, hérna, og maður einfallega bara verður að gera það, því að þetta er klálega stór áhrifþáttur á markaði, en sko, eitt getur maður sagt, það sem eins og við erum bara rætt mjög átt er að markaðir þola illa óvissu og þeir þola illa stigmögnun á neikvæðum atburðum. Þannig að þú veist,
ég held að nú svona verið að binda vonið við þetta á að vera eitthvað svona limited demonstration of military might sko að eins og gerðu nú hana þeir sprengtu hana með þessum manni hvað heitir B-30 eða hvað var hana þessar B-12 hana bombur sem gáttu sprengt ykkur 70 fett neðan rústuðu held ég bara heilmikli starfsemi hjá þeim með algjöru lámars mannfalli og ef þeir ná að gera þetta eitthvað þannig og láta þetta taka skjótt af ég held að sé líka gott að Pútín búin að segja, ég ekki að fara að hjálpa Írunum sko, þú veist, þeir eru bara on your own og ég held að Kínverjar sé ekki að fara að gera ég held að þeir séu bara einir hana á móti Bandaríkjunum, það held ég frekar vonlaust tafl sko að vinna og þannig að þú veist ef þetta eitthvað tekur skjóta af og það verður sem minnstum óvissu og þetta stigmælast ekki í einhverja vitleysu þá þú veist vona ég að þetta verði ekki einhver meiri áttar áræð áttur en maður bara hræddur auðvitað ekki bara fyrir marka heldur bara fyrir allan heimina þetta eitthvað veginn eskalist en mér finnst það þráttur ég ætla ekki að þykjast vera mikil geopolitísjan en mér finnst það ólíklegt af því að ég væri miklu hræddari ef Pútín hefði sagt ef Pútín og Xiang Pen eða Kínaforsetinn ef þeir væru búin að segja við Bandaríkjunum ef þið hættið ekki að böggast í Íran þá munum við beita stíða á með öllum tiltækum ráðum sko. Þá ég miklu hræddari sko. Já, ég sko, þú veist, ég var mjög örugna að segja, þú veist, ég fyrir árið síðan hefði ég verið örgulega bara rólegri, en bara það að þú ætla að segja ekki til hvað hafði risa impact hann í sig, en bara það að Trump tók sér til og ákvaða að fara inn í Venezuela og ná í forsetan, mér finnst mér hann þá allt í einu, að því að hann auðvitað bara sá eini forseti Bandaríkjanna af bara fjölmörgun sem hefur ekki farið í stríð þó að fólk haldi það hann sé líklegastu til að fara í stríð ofta til þeim sko en mér finnst það svona aðeins svona erfiðar að lesa og allt þetta grænlandsmál þú veist Ég ætla svo að segja, mér fannst svalt hvernig hann tók Maduro Nei, alveg nei, þú veist, þetta var bara kvispambúm aðgerð. Já, ég meina það þetta best þannig. Ég hef kynst nefnilega alveg þó nokkur fólki frá Venezuela og ég bara svona, já, þú veist, ég held að það séu ekki margir almennir borgarar að gráta þær aðgerðir, sko. Og þú veist, og það var ekki einhver innrás og allt að springja allt í loft upp eða eitthvað ruglskilur, það var bara eitthvað SWAT-tím eða eitthvað sem fór bara inn og tók. Og ég teka fram, ég ekki að gráta þetta og ég heldur svo sem ekki endilega fagnaði heldur. Ég bara, þú veist, segja sko að hann tók skref, getur hann tekið annað skref? Sko? Já, einmitt. Ég veit það ekki, en minna, þú veist... En ég hugsa samt, ef við leifum okkur að segja, maður myndi setja bara eitthvað, það eitthvað svona, þú veist, eitthvað skonar special operation team sko, sem myndi bara fara inn í Íran og taka æðstaklerkin og þetta lið sko. Þá held ég heimsbyggðin fara að sjá bara, þú veist, við getum ekkert verið að fokka í, þú veist, alveg saman hvort ég heiti Putin eða hinn eða þessi, skilur bara, þú veist, það bæti bara eitthvað lið og bara, ekstrakta mig bara á no time sko. Já. Þetta orðin eins og ykkur einhverju svona bíómynd sem með Liam Neeson eða Chris Hemsworth eða einhverjum. En þegar þú veist upp á markaðan að gera þá þetta bara, þú veist, þetta búið að vera lengi Úkraínustríði svo í þetta Íransmál ekkert nýtt rauninni en þá að sé svona þróast í þessa átt að við komið, markaðurinn sveiflast oft út af einhverjum svona Írans tengingum, svo erum við Kúbu, þú veist, við gætum farið í Tævan-málið hérna, þú veist, það er þetta búið að vera mikil ólga. Einmitt. En svona, já, heilt yfir var þetta svona frekar tíðindalítil vika og bara markaðurinn heldur áfram að vera, já, bara frekar döll, heldur getum bara sagt það. Já. Ég, fyrir mitt leiti, bara sáttur. Þau atriði sem ég vildi að kemur fram hérna hafa komið fram. Þú mátt endilega við okkur. Já, ég skal skjóta á bara svona litlum fréttum sem alltaf gaman að koma í lokin. Ekki eitthvað steak and shake dæmi meira. Hefur ekki að segja þessu bara lokin. Nei, Canary Capital, Grayscale voru báðir að fá samþykta SUI ETF með staking. Wow, ok.
ok. Mér finnst það svolítið áhugavert að því ég átta mig ekki alveg á hvernig þessi þróun er. BlackRock er búin að vera með umsóknum staking á Ethereum lengi. Já, Það er búið að samþykja Solana fyrir 12 ár síðan með staking. Nú er að samþykja 2 sjóði með SUI með staking. Hvað er að stoppa það að já, ég átta mig ekki á því, sko. Mér finnst þetta bara alveg þarna áhugavert og það er svona áhugavert pæling sem ég er svona... Ertu ennþá búlis á SUI? Sko, long term, þá veit ég eitthvað SUI gerir. Ég var svolítið svona, ef að við hefðum fengið alveg crypto bull market, þá trúði ég alveg að SUI gæti verið svona tímabundin gott trade, ekki investment. Okay. Það hækkar einhver tíma að því þú veist, það sem við erum að sjá, við getum farið í einhverjum þættum og rifjað upp topp 10 myndir á mismandi árum einhvern tímann, sko, sem sýnir bara hvað þetta breytist fljótt. Mér við vorum þú veist, í síðasta búlrunu og tala um Cardano og Terra Luna og þar áður Polkadot og eitthvað svona, þú veist, þetta breytist svo mikið, sko. Ég veit ekki, ég hef alveg trú á að SUI geti gert eitthvað. Það er alltaf að gera eitthvað hluti. Já. Ef þessi tölvuleikur CCP er að fara að kera á SUI, það lítur að vera eitthvað. Já, en svo er þetta alltaf, þú veist, þetta er svo fljótt að breytast. Ég held að Base ég til dæmis að hætta að nota Optimism Layer 2 og gera sitt eigið einhvern veginn, sko. Þannig að þú veist, maður veit aldrei hvernig þessi hlutir þróa, sko. Ég sá rétt að ég kom í þáttinn, þá sá ég að Polymarket það er komið upp í 83% líkur að við fáum Clarity Act sem að sumir segja við þurfum til að fá bullmarket aftur í apríl. Okay. Þannig að þú veist, það gæti verið eitthvað að gerast og ég sé með blenda tilfinningar að það, sko. Þannig að bara dæmi um það, hvað er svona... En þeir ljóta að hafa breytt í, það lítur ástæðan fyrir að þeir frestu þessu að koma aðtöðsendir. Ég trú ekki öðru en að það voru einhver alveg galin atriðana sem Brian Armstrong bendi á. Og Trump og ríkisstjórnin er búin að vera að skipa kryptó hlutunum, þar sem Brian Armstrong og fleirum og bankastofnunum að semja og þeir eru búin að halda fullt af fundum og hann er búin að segja að þið verðið að vera konum með laust fyrir 1. mars. Okay. En þessi fundir hafa farið mismöndi, það hefur bara verið svolítið þannig að eins og ég hef heyrt að kryptóhlutin hefur komið með einhverja hugmyndir einhverja breytingar varðandi þess að gefa vexti en bankarnir segja bara nei. Þeir eru mjög harðir bara, þeir ætla ekki að gefa þetta eftir. Og ég meina, þú veist, eru þið hrættir, það er talað um að það getur verið að 2028 það verið lágmark 500 miljardar bandaríkjadollara farnir úr bankakerfinu yfir í kryptó ef að staking verður í boði. Það er þetta töluvert mikið og þeir hafa svarað á móti að þá fáið ekki, ef þetta breytist, þá bara hættu við ekki að veitt ykkur fasteignar lána, við þurfum á peningunum ykkar að halda. Þannig það er alls konar svona í gangi og maður sér bara hitan í þessu. Ég heyrði það að þegar Brian Armstrong var í Davos, að þá hefði hann sitið ykkur starf og var að tala við Tony Blair og þá kom Jamie Dimon að honum og sagði, "You're full of shit." Er það ekki að grínast? Ég heyrði það. Já, ég er ekki þessa. Nei, ég er ekki þessa. Nei. Ég hef allan ekki heyrt þetta að vera rámt. Mitt. Þannig að þú veist, það er auðvitað mikill hiti þarna og þú veist, auðvitað fyrir markaðin frábært og Clarity Act fyrir í gegn. Mér finnst það svolítið svona blóðugt ef að þetta fer á þennan hátt sem að það er að segja, þú veist, bara, það er þetta allir að tala út frá sér, forstjóri Ripple vill fá þetta í gegn og hann segir við getum alveg fengið eitthvað annað setna. Hann er auðvitað meira bankamegin, það eru viðskiptafreynir hans. Mitt. Já, þetta verður spennandi. Já, ég ætlaði nú ekki að taka svona mikið. Nei, þetta var bara mjög gott, sko. Og við þurfum kannski, ég hugsa að sé bara ekkert úr vegi að kannski næsta þætti að bara virkilega krönsum, kannski ósnemt í næsta þætti, en næsta, þú veist, allavega í mars. Að fara aðeins í. Að bara krönsa Clarity Act alveg. Já. Þetta
þetta er það mikilvægt fyrirbæri sko. Að því ég held líka sko með kaupallarsjóðum þá er kryptómarkaðurinn orðin miklu meira háður Bandaríkjunum heldur en hann var áður. Hann er alltaf verið það. Einmitt. Þú veist, ég meina, sumir segja að Bitcoin er orðin miklu meiri fylgni við Bandaríkjamarkað og svo framvegis. Þó að þessi eitt, rauninni fylgni Bitcoin við Bandaríkjadollar er nánast í sögulegu hámarki 0,6. Það hefur alltaf verið þannig að þegar Bandaríkjadollar eru hækkað, þegar er lækkað, þá hefur Bitcoin hækkað, en það hefur farið svolítið því miður svolítið sama núna. Ég skil. Við verðum að fara að hætta þessu. Já, en ég þakka þér bara kærlega fyrir spjalli Björn og við ræðum þetta betur með Clarity-aktið og fleiri hluti. Og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuleiðinni. Þangað til næst, verið sæl.